Þetta er komið að stað og það á þriðju braut Sveit FH sem samanstendur af Söru Kristín, Íris Önnu, Elín Sóley og Ísól. Það er svo Sveit IR, það er Brynja Rós, Hildi Gunnur, Ingibjörg og Guðbjörg Jóna. Og svo er það B-Sveit IR, Hildur Vala, Helga Lilja, Andrea Kolbeins og Sara Mjörn. Og það er hlaupið á brautum fyrstu 500 metrana, það er að segja 3 stegir, þannig að það er skipt á brautum. Til að byrja með, og það er Sveit IR sem að leiðir og svo B-Sveit IR sem er í öðru sæti og Sveit FH í þriðja. Það er Hildi Gunnur sem leiðir fyrir Sveit IR og Helga Lilja sem fylgir henni fast á eftir og skeiðar gríðarlega vel á lengri 100. Helga Lilja Mokk er síðan á öðru spretti fyrir FH-inga og núna eru allir komnir á sömu braut. Það er Sveit IR sem leiðir og Ingibjörg Sigurðar tekur keppnina fyrir IR. Og Andrea Kolbeins tekur keppnina fyrir B-Sveit IR. Elín Sóley sem tekur þriðasprettin fyrir Sveit FH. Það er Sveit IR sem hefur tekið hérna aftur til forystu í þessari lokagrein á meistaramóti Íslands og það er lokaskiptingin og það er engin annar en nýkringdur Íslandsmeistari í 4x100, 100 metra og 200 metra hefni Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir sem leiðir fyrir sirkju. Það er B-Sveit IR og svo FH sem fylgir fast á eftir og Ísól. Hún tekur við keppninu og ætlar maðurlaust að reyna skringt á muninum í þessu lokaspretti og þar með lokagrein mótsins. Og það er Sara Mjörn og Ísól fylgir henni fast á eftir og er að minnka muninn.